Til máls tekur háttvirtur annar þingmaður Suðurkjördæmis, Ragnheiður E. Árnadóttir. Virðulegi forseti, ég verð nú að segja að síðasti ræðumaður stal dálítið frá mér orðinu hér, og ef ég hökt af stað þá var það vegna þess að mér þóttu það mikil tíðindi sem að hér komu fram hjá háttvirtum þingmanni Ásmundi Einari Daðasyni, þar sem hann tilkynnti að hann væri ekki lengur stuðningsmaður þessarar ríkisstjórnar. Og það segir mér að þessi þingsályktunartillaga, vantrauststillaga sem við sjálfstæðismenn lögðum hér fram í dag, hún er tímabær og hún er rétt vegna þess að það sem er að gerast hér og inn í stjórnarliðinu, það er klárlega það sem er að gerast út í þjóðfélaginu. Þjóðin hefur sagt hingað og ekki lengra við þessa ríkisstjórn. Háttvirtur þingmaður Ásmundur Einar Daðason, hann sagði hér áðan að honum þætti það ekki trúverðugt að það væri forysta Sjálfstæðisflokksins og þingflokkur Sjálfstæðisflokksins sem að legði þessa tillögu fram í ljósi síðastliðinnar helgar og atkvæðagreiðslunnar sem þá fór fram. Því verð ég algjörlega að mótmæla. Og það er jafnframt ein af ástæðum þess að við ákváðum að leggja þessa tillögu fram eru úrslit þjóðaratkvæðagreiðslunnar á laugardaginn sem að voru í hróplegri andstöðu við úrslit atkvæðagreiðslunnar hér Icesave samningana á sínum tíma, þar sem að 44 þingmenn, þar á meðal sú sem hér stendur, greiddu atkvæði með samningum Icesave. Auðvitað eigum við að taka mark á því, auðvitað eigum við þingmenn að horfa til þess að þarna var ósamræmi í ákvörðunum, ósamræmi í ákvörðunum hérinn á Alþingi og dómi þjóðarinnar. Og það er nákvæmlega ein ástæða þess að við sjálfstæðismenn leggjum til að þing verði rofið og að boðað verði til kosninga, þannig að við, þingmenn, getum sótt okkur nýtt umboð, talað við þjóðina og leyft þjóðinni að hafa skoðun á því hvert beri að stefna með íslenska þjóð. Og ég veit að íslensk þjóð vill ekki stefna þangað sem að ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur er að fara með okkur. Mér var nefnilega ljóst þegar ég hlustaði á hæstvirtan forsætisráðherra hérna áðan að við stöndum frammi fyrir stóru vandamáli við Íslendingar. Við höfum forsætisráðherra sem er ekki í neinum tengslum við íslenska þjóð. Ræða hennar var kúnstugt sambland af sjálfsblekkingu og sjálfshóli sem að mér þótti mjög ósmekklegt. Ásamt furðulegri söguskoðun þar sem að hæstvirtur forsætisráðherra, henni var algjörlega fyrirmunað að rifja upp að einhvern tímann hefði hún nú átt sæti í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum og meira segja árið 2007 þegar hrunið varð. En í stað þess að horfa til framtíðar og veita íslensku þjóðinni þá von og þá trúa framtíðina sem að íslenska þjóðin er að kalla eftir, þá voru þau skötuhjú, forsætis- og fjármálaráðherra hæstvirt, pikkfast í fortíðinni, en gátu eina ferðina enn sameinast í hatrinu á Sjálfstæðisflokknum og í því að rifja nú upp hrunið. Og það var líka nokkuð merkilegt að hvorugt þeirra sem þó mærðu bæði hagspá danska hagfræðingsins Lars Christensen, hvorugt þeirra nefndi einu orði þá hvatningu hans til íslensku þjóðarinnar að hætta að þrátt fortíðina og einbeita okkur að framtíðinni. Eða virtust þau hafa nokkrar áhyggjur af því að sá hagfræðingur spáði hér 10% viðvarandi langtíma atvinnuleysi ef ekkert yrði að gert. Þetta var greinilega aukaatriði. En virðulegi forseti, af hverju þarf þessi ríkisstjórn að fara frá? Ríkisstjórnin er gjörsamlega rúin trausti og óstarfhæf vegna innbyrðis átaka og ágreinings. Öll hennar orka fyrir ítök, þjóðin stendur frammi fyrir þvílíkum áskorunum að það er algjörlega óboðlegt að það sé einungis ríkisstjórn að nafninu til hér við völd. Því verður að boða til kosninga hið fyrsta. Og af hverju þarf þessi ríkisstjórn að fara frá núna?
vegna þess að okkur er einfaldlega nóg boðið og þolinmæði okkar er á þrotum. Ríkisstjórninni hefur mistekist að koma atvinnulífinu í gang, beinlínis gengið gegn því í mörgum tilvikum. Ráðherrar hæstvirtir hafa verið dæmdir fyrir lögbrot, umhverfisráðherra í Hæstarétti og hæstvirtur forsætisráðherra hjá kærunefnd jafnréttismála. Almennar kosningar hafa verið ógiltar og niðurstaða Hæstaréttar sniðgengin og listinn er miklu, miklu lengri. En forsætisráðherra talaði ekki um það í sinni ræðu, hún talaði um fortíðina. Og hún vogaði sér líka að tala um að draga lærdóm af rannsóknarskýrslunni. Ég held meiri segja höfundar hennar hefðu ekki haft hugmyndaflug til að ræða það sérstaklega að hæstvirtum ráðherrum bæri að hlíta dómum og úrskurðum. Þegar ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur tók við völdum þann 1. febrúar 2009 voru uppi stórar yfirlýsingar verkstjórn, skjaldborg, lýðræði, gegnsæi, ný vinnubrögð, vinnu og velferð. Einnig var mikið talað samráð, jafnrétti og norrænar fyrirmyndir. Þegar ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur tók við völdum 1. febrúar 2009 átti allt að breytast og nýtt Ísland var í uppsiglingu. En í dag, 13. apríl 2011, slær Morgunblaðið því upp á forsíðu að atvinnuleysi sé orðið eins og í kreppinu miklu 1930. Það er ekki það nýja Ísland sem þjóðin var að búast við. Og það er ekki það nýja Ísland sem íslenska þjóðin á nokkurn tímann að sætta sig við. Þegar ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur tók við völdum þann 1. febrúar 2009 voru 12.407 landsmenn án atvinnu. Þeir eru núna, í lok febrúar 2011, 14.873. Það er gríðarlegur árangur, eða þannig. Og í dag, 13. apríl 2011, er skjaldborgin loks fundin. Barátta verkstjórans hefur sjaldan verið eins kröftug og nú þegar slá þarf skjaldborg ráðherrastólana. Öll skúmaskot í þinghúsinu hafa verið nýtt til þess að leggja á ráðinu hver fær fyrir að styðja ríkisstjórnina í atkvæðagreiðslunni í kvöld. Sumt er þegar komið í ljós. Það er ljóst að Samfylkingin ætlar að halda ESB-hraðlestinni áfram. Það má dæma orð hv. þingmanns Ásmundar Einars Daðasonar og afstöðu hans draga þá ályktun af hans ákvörðun. Spurningin er, fær framkvæmda- og atvinnulífsarmurinn í Samfylkingunni, fær hann eitthvað? Eða munu þeir stjórnarþingmenn sem að haldið hafa íslensku atvinnulífi í gíslingu, munu þeir verða ofan á? Þetta er efni í sápuóperu, svo tragikómískt sem það hljómar. Og þetta líkist æ meira sápuóperu því þær eru þannig að áhorfandinn getur sleppt úr fleiri og fleiri þáttum af sápunni en samt komist inn í söguþráðinn og augabragð aftur þar sem alltaf er verið að fjalla það sama. En það gengur kannski í tilbúinni sjónvarpsveröld en íslenska þjóðin er algjörlega búin að fá nóg af því að komast ekkert áfram og þess vegna þarf ríkisstjórnin að fara frá og kosningar að verða hér sem allra fyrst. Þegar ríkisstjórnin fór af stað voru margir boltar settir á loft í einu en hún er ófær að gera nema eitt í einu. Ég þarf ekki að ræða og tína til öll þau verk sem ríkisstjórninni hefur ekki tekist að vinna, öll þau mál sem þau hefa ekki náð saman um. Það er auðvitað freistandi að benda á það sem stjórnarflokkarnir geta helst sameinast um. Það eru formbreytingar á stjórnarráðinu og tilfærsla verkefna milli ráðuneyta og stofnana og jú, að koma á fót endalausum nefndum og stýrihópum og tengslahópum og endurskoðunarnefndum og eftirlitsskoðunarstýri tengslahópum og hvað þetta allt saman heitir. En ég ætla ekki að ræða um það. Ég ætla aðeins að ræða um stóra bleika fílinn í stofinu á stjórnarheimilinu. Það er ESB-fíllinn. Stærri gerast fílarnir varla. Árum saman var reynt að telja þjóðinni í trúum að Ísland yrði að hrekjast inn í ESB vegna þess að EES-samningurinn dygði ekki og það væri sífellt að fjara undan honum. En það var plat. Svo við sóttum aðild sumarið 2009 og umsóknin ein átti að snúa hjólum í þjóðarbúskapnum og stuðla að endurreisn þjóðarhags. Það var annað plat. Mesta plati felst þó í þeim rauða þræði í málflutningnum að það þurfa að semja aðild til að leiða í ljós hvað stæði í aðildarsamningi. Að kíkja í pakkann, kalla gárungarnir þessa pólitík. Ástæða þess að svona málflutning er haldið uppi er það grundvallaratriði að Ísland á yfir höfuð ekkert erindi í ESB. Engir stórir eða brýnir hagsmunir þjóðarinnar kalla á aðild. Þetta veit íslenska þjóðin. Aðild að evrunni er veifað og kalla lykilatriði í endurreisn Íslands og hefði jafnvel komið í veg fyrir hrunið sagt. Að minnsta kosti minnka skellinn. En þetta eru falsrök
eins og Grikkir, Írar og Portúgalir geta best dæmt um. Og jafnvel við hagfelldustu þróun mála séð frá bæjardyrum Samfylkingarinnar tæki það mörg ár fyrir Ísland að komast í evruna og þar með hefur evruaðild augljóslega ekkert með endurreisn Íslands að gera. Það þarf ekki aðildarsamning til að vita það og reyndar myndi ekkert sem skipti máli varðandi evruaðild standa í aðildarsamningi, það yrði ekki ein evra í pakkanum. Virðulegur forseti, það þarf heldur engan aðildarsamning til að komast að því að eftir aðild ættu Íslendingar ekki lengur síðasta orðið Íslandsmið og sjávarútveg í landinu. Flóknara það ekki hvað tímabundnum undanþágum kann að líða. Og það þarf engan aðildarsamning til að komast að því að íslenskur landbúnaður mun eiga erfitt uppdráttar í Evrópusambandinu. Og það þarf heldur engan aðildarsamning til að komast að því að Íslendingar myndu greiða miklu meira í sjóði ESB, svo næmi mörgum milljörðum á ári en þeir fengju tilbaka úr þeim. Og þessi umsókn í skötu líki og kostar þar að auki skattgreiðendur stórfé. Og það hvorki meirihluti fyrir aðild meðal þjóðarinnar samkvæmt fjölmörgum skoðanakönnunum né hér á Alþingi leyfi ég mér að fullyrða. Langt í frá. Þetta mál eins flokks, þetta mál Samfylkingarinnar. En þetta líka mál Vinstri grænna. Með því að greiða atkvæði gegn vantrausti eru þeir þingmenn sem í hjarta sínu opinberlega hafa verið á móti stefnu ríkisstjórnar í Evrópumálum að greiða atkvæði með inngöngu Íslands í ESB og það það sem að hv. þingmaður Ásmundur Einar Daðason gat ekki gert og tilkynnti hér áðan. Virðulegur forseti, við þurfum nýtt Alþingi og við þurfum nýja ríkisstjórn sem lækkar skatta, sem forgangsraðar í þágu heimila og fyrirtækja, sem nýtir atvinnutækifæri, klárar og að reisa álver í Helguvík, býður velkomin fyrirtæki sem að vilja fjárfesta á Íslandi, hvort sem að það í flugstarfsemi eða kísilverum eða gagnaverum. Þjóðin treystir hvorki ríkisstjórninni né þessu þingi til þess að leiða sig út úr kreppunni og það það sem að við verðum að horfast í augu við. Við verðum að vinna traust þjóðarinnar á ný og eina leiðin til þess að efna strax til kosninga. Þess vegna hvet ég þingmenn til þess að styðja þessa tillögu okkar sjálfstæðismanna hér í dag. Við verðum að ná samstöðu framtíð okkar. Við þurfum að horfast í augu við þau verkefni sem verður að vinna hér, landi og þjóð til hagsbóta. Við verðum að leggja aðildarumsókn að ESB til hliðar og einbeita okkur að því að byggja okkur upp af eigin ramleik. Hér verður að koma atvinnulífinu af stað, hleypa fjárfestingu inn í landið, lækka skatta, skapa störf og vekja með þessari þjóð von að við komumst úr þrengingunum. Skiljum við fortíðina, horfum til framtíðar, boðum til kosninga og byrjum upp á nýtt. Það það sem að þjóðin krefst og það eigum við að hlusta á.